3 orð í baráttunni gegn óvini okkar. Það eru 3 orð sem djöfullinn hatar. Hver eru þessi 3 orð? Hvers vegna hatar djöfullinn þau svo mikið? Þetta er ekki flókin guðfræðileg hugtök, heldur einföld hjartnæm tjáning sem getur haft raunveruleg áhrif ef þú vilt vaxa í trú þinni og komast nær Guði. Við skulum skoða þessi orð saman. Verði þinn vilji. Þessi 3 einföldu orð sem Jesús Kristur sagði í faðirvorinu fanga kjarna undirgefnis við áætlun Guðs. Ímyndað þér setningu svo öfluga og hún verður að vopni í andlegu stríði. En hvers vegna hatar djöfullinn þau svo mikið? Til að skilja þetta verður að ferðast aftur til upphafsins, til hennar óspilltu fegurðar Edens, þar sem Lúsifer, stórkostlegur engill, baðaði sig í dýrð Guðs. Jesaja 14:12-14 lýsir honum: Hversu ertu hröpuð á himni, þú árborna morgunstjarna? Hversu ert þú að velli lagður undirokari þjóðana? Þú sem sagðir í hjarta þínu, ég vil uppstíga til himins, ofar stjörnum Guðs vil ég reisa veldistól minn. Á þingfjalli Guðana vil ég setja stað, yst í norðri. Ég vil uppstíga ofar skýjaborgum, gjörast líkur hinum hæsta. Hjarta Lúsifers fylltist stolti, eitraður ormur sem vefur sig inn í sál hans. Hann vildi ekki aðeins þjóna, heldur steypa Guði af hólmi, taka vald hans og þröngva eigin vilja á sköpunina. Þessi uppreisn gegn guðlegri reglu kveikti alheims stríð og kastaði Lúsifer frá himinhæðum niður í myrkur. Hann varð Satan, andstæðingurinn, faðir legana. Nú knúinn áfram af öfund og biturð, leitast Satan við að lokka mannkyni niður í sömu hættulegu braut. Hann hvíslar freistingum og laðar okkur með blekkingum vald og sjálfstæði. Hann spilar með meðfætta löngun okkar til stjórnunar og hvetur okkur til að trúa því að eigin vilji sé mikilvægur. En þegar við segjum verði þinn vilji, ögrum við blekkingum hans. Við lýsum því yfir, þrátt fyrir freistinguna, að við munum ekki lúta tómum loforðum hans. Við veljum þessi stað að gefa okkur á vald kærleiksríkum yfirráðum skapara okkar. Viðurkennum að viska hans er óendanlega meiri en okkar eigin, að áætlanir hans fyrir okkur eru mun stærri en okkur sem við getum ímyndað okkur. Hugsum okkur sögu Jóbs, réttláts manns. Trú hans var prófið með ólýsanlegum þjáningum. Sviptur eignum sínum, fjölskyldu og heilsu, hafði Jób auðveldlega getað bölvað Guði og gefist upp í örvæntingu. En í angist sinni sagði hann þessi djúpu orð: Nakinn kom ég af móðurskauti og nakinn mun ég aftur þangað fara. Drottinn gaf og drottinn tók, lofað verði nafn drottins. Óbilandi traust Jóbs á vilja Guðs, jafnvel á dimmustu tímum, er vitnisburður mátt þess að gefast Guði. Það eru vonar bjarmi, áminningum að jafnvel þegar við skiljum ekki þær raunir sem við stöndum frammi fyrir, getum við fundið huggun í því að vita að Guð vinnur allt okkur til góðs. En að gefast vilja Guðs er ekki óvirk uppgjöf. Það er virt val, dagleg ákvörðun að leita leiðsagnar hans og samræma óskir okkar við hans. Það er stöðug meðvituð viðleitni að stilla hjörtu okkar við tíðni hans, leyfa anda hans að leiða okkur í gegnum völundarhús lífsins. Það er ekki merki veikleika, heldur birtingamind á gríðarlegum styrk. Það krefst auðmýktar, trausts og óbilandi trúar. Hún krefst þess að við leggjum frá okkur okkar eigin áætlanir, metnað, eigin langanir og föðmum þann veg sem Guð hefur lagt fyrir okkur. Og hvernig finnum við þessa leið? Við leitum til Biblíunnar, lifandi orð Guðs, þar sem vilji hans opinberast. Við eyðum tíma í bæn, eigum samveru með skapara okkar, hellum hjörtum okkar út og leitum leiðsagnar hans. Við hlustum eftir blíðu hvísli heilags anda sem lýsir hug okkar og stýrir skrefum okkar. Þannig að næst þegar þú stendur á krossgötum og veist ekki í hvaða átt þú átt að fara, mundu þessi 3 öflugu orð: verði þinn vilji. Gefðu vilja þinn Guði og horfðu á hann afhjúpa fullkomna áætlun sína fyrir líf þitt, áætlun sem er mun dýrlegri en nokkuð sem þú getur ímyndað þér. Nú skulum við beina athygli okkar að setningu sem hljómar djúpt í sálinni, trúarjátning sem bergmálar í gegnum aldirnar. Drottinn er minn hirðir.
Sálmur 23:1. Ímyndaðu þér þetta, víðáttu mikill opinn völlur, baðaður í gullnu sólarljósi, hjörð af kindum friðsamlega á beit, hirðir þeirra fylgist með þeim af óbilandi umhyggju. Á grænum grundum lætur hann mig hvílast, leiðir mig af vötnum þar sem ég má næðis njóta. Hann tryggir að þeir séu vel nærðir og bryndir. Hann verndar þá fyrir rándýrum, leiðir þá í gegnum varasama dali og huggar þá með sprota sínum og staf. Þessi friðsæla sena úr Sálmi 23 málar lifandi mynd af umhyggju Guðs fyrir börnum sínum. Eins og hirðir annast hjörð sína sér Guð einnig fyrir öllum þörfum okkar. Hann er uppspretta lífsviðurværis okkar, athvarf okkar á erfiðum tímum og leiðbeinandi í gegnum óvissu lífsins. En djöfullinn, sá klókni andstæðingur, fyrirlítur þessa mynd af ástríkum hirði. Hann leitast við að brengla skynjun okkar á Guði, setur hann í hlutverk harðs dómara, fjarlægs stjórnanda eða áhugalaus áhorfanda. Hann vill að við trúum því að við séum ein í baráttunni, að við verðum að treysta eingöngu á eigin styrk og auðlindir. En þegar við segjum Drottinn er minn hirðir, höfnum við þessum lygum. Við staðfestum óbilandi traust okkar á umsjón, vernd og leiðsögn Guðs. Við viðurkennum að við erum ekki munaðarlaus börn sem þurfa að sjá okkur sjálf, heldur elskuð börn undir vakandi auga ástríks föður. Þetta traust er ekki blind trú, heldur djúpstæð sannfæring byggð á óteljandi loforðum sem eru dreifð ritninguna. Í Matteus 6:25-34 minnir Jesús okkur á að hafa ekki áhyggjur af grundþörfum okkar, því himneski Faðir okkar veit hvað við þurfum og mun sjá fyrir okkur. Í Jesaja 41:10 fullvissar hann okkur: óttast og eigi því að ég er með þér, láta eigi hugfallast því að ég er þinn Guð. Ég styrki þig, ég hjálpa þér, ég styð þig með hægri hendi réttlætis míns. Frá Abraham sem yfirgaf heimaland sitt að skipan Guðs, til Daniel sem stóð frammi fyrir ljónagrifju með óbilandi trú, til fyrstu kristina sem treystu á forsjón Guðs á ofsókna tímum, hafa óteljandi trúaðir upplifað raunveruleika handleiðslu Guðs. En hvernig getum við ræktað þetta djúpa traust til Guðs sem hirðis okkar? Hvernig getum við upplifað umönnun hans, vernd og leiðsögn í okkar eigin lífi? Svarið liggur í persónlegu sambandi við hann. Það er að eyða tíma í bæn og samveru við hirðir okkar, hella hjörtum okkar út og leita leiðsagnar hans. Það er í því að sökkva okkur í orð hans, Biblíuna, sem við uppgötum loforð hans og lærum að þekkja rödd hans. Það er með því að fylgja blíðum hvatningum heilags anda sem leiðir okkur að grænum grundum. Þegar við göngum með Guði, þegar við lærum að styðjast við hann sem hirðmann okkar, munum við finna frið sem fer fram úr öllum skilningi. Við munum upplifa þjónustu hans á erfiðum tímum, vernd hans í hættu og leiðsögn hans í gegnum hættur lífsins. Og við munum vita með óbilandi vissu að við erum aldrei ein, því Drottinn hirðir okkar er alltaf með okkur. Nú skulum við færa áhersluna frá því að treysta okkar guðlega hirði yfir í efni sem liggur í hjarta kristinna trúar, hugmynd sem hefur mátt til að laga brotin hjörtu, endurheimta brotin sambönd og jafnvel afhjúpa djöfulinn sjálfan. Fyrirgefning. Fyrirgef oss vora skuldir, svo sem við og fyrirgefum vorum skuldunautum. Matteus 6:12. Þessi orð, innbyggð í Faðirvorið, sýna djúpa tengingu fyrirgefningar og sambands okkar við Guð. Eins og við leitum fyrirgefningar hans fyrir skuldir okkar, erum við kölluð til að veita sömu fyrirgefningu þeim sem hafa gert okkur rangt. Apóstolinn Páll endurtekur þessa hugsun í Kólussubréfinu 3:13 og hvetur okkur þegar hann segir: umberið hver annan og fyrirgefið hver öðrum, ef einhver hefur sök á hendur öðrum. Eins og Drottinn hefur fyrirgefið yður, svo skulu þér og gjöra. Fyrirgefðu eins og Drottinn fyrirgaf þér. En hvers vegna fyrirlítur djöfullinn fyrirgefninguna svona heitt? Af hverju skelfur hann þegar við segjum: ég fyrirgefi þér? Svarið liggur í eðli persónu Satans. Hann er ákærandinn, sá sem sáir ósætti. Hann dafnar á átökum, gremju og biturð. Hann veit að þessar neikvæðu tilfinningar geta eitrað hjörtu okkar, opna sár sem neita að gróa. Hugsaðu þá tíma þegar þú hefur haldið í gremju
og endurspilað fyrri sár aftur og aftur í huganum? Hefurðu tekið eftir því hvernig sú bitur getur étið þig upp, rænt þig gleði og friði? Þetta er djöfullinn að verki, að reyna að eyðileggja sambönd ykkar, hamingju ykkar og að lokum sál ykkar. En þegar við veljum að fyrirgefa, brjótum við fjötra sem binda okkur við fortíðina. Við sleppum eitri gremju og leifum lækningar smyrsli kærleika Guðs að flæða inn í hjörtu okkar. Við opnum dyrnar að sáttum, að endurreisn og endurnýjunar friðar og sátta. Fyrirgefning er ekki aðeins mannleg góðvild, hún endurspeglar eðli Guðs. Hann er Guð tækifæra, Guð sem sendi son sinn til að deyja fyrir syndir okkar, Guð sem býður okkur fyrirgefningu frjálst og skilyrðislaust. Þegar við fyrirgefum öðrum, endurspeglum við þessa guðlegu eiginleika og verðum farvegur náðar og miskunnar hans. Fyrirgefning er ekki alltaf auðveld, það krefst auðmýktar, samkenndar og vilja til að sleppa fortíðinni. En það er öflugt vopn í andlegu vopnabúri okkar, tæki sem getur brotið niður vígi djöfulsins og fært lækningu í brotin heim. Svo hvernig fyrirgefum við? Við byrjum á því að viðurkenna sársaukann sem við höfum upplifað. Við leyfum okkur að finna sársaukann og vinna úr þeim tilfinningum sem koma upp. En við stoppum ekki þar. Við veljum að sleppa þeim sem hafa gert okkur rangt með því að treysta þeim í réttlæti og miskunn Guðs. Við biðjum fyrir þeim, leitum velferðar þeirra og vonum eftir iðrun þeirra og við opnum hjörtu okkar fyrir möguleikanum á sátt. Leyfa Guði að starfa í lífi þeirra eins og hann hefur unnið í okkar. Mundu að fyrirgefning er ekki eitthvað sem á sér stað í eitt skipti, heldur stöðugt ferli. Það kann að krefjast þess að við fyrirgefum sama einstaklingi aftur og aftur, en í hvert skipti sem við gerum það, styrkjumst við í trú okkar og drögumst nær hjarta Guðs. Svo næst þegar þú finnur fyrir sársauka eða svikum, mundu orð Jesú: fyrirgef oss vorar skuldir, svo sem við og fyrirgefum vorum skuldunautum. Taktu á móti krafti fyrirgefningar og sjáðu hvernig hann unnbreytir lífið þínu, samböndum þínum og göngu þínu með Guði. Nú skaltu búa þig undir að mæta setningu sem endur ómar af guðlegu valdi, yfirlýsingu sem snertir kjarna uppreisnar óvinarins: Jesús er drottinn. Rómverjabréfið 10:9. Þessi þrjú einföldu orð, sögð með samfæringu og trú, hafa gríðarlegt afl á andlega sviðinu. Þau eru játning hollustu, yfirlýsing hollustu við hinn eina sanna konung. En hvers vegna senda þessi orð höggbylgjur yfirráð myrkursins? Til að skilja þetta verðum við að endurskoða alheims átökin sem hófust á himnum. Lúsifer, sem áður var dásamlegur engill, bar með sér löngun til að vera eins og Guð, til að stjórna eins og Guð. Jesaja 14:14 fangar djarfan metnað hans. Ég vil uppstíga ofar skýjaborgum, gjörast líkur hinum hæsta. En uppreisn hans var mætt með skjótum dómi. Hann var rekinn úr himninum, nafn hans breytt í Satan, andstæðingur. Og nú reikar hann jörðina, leitast við að stofna sitt eigið ríki, að ræna valdi Guðs og steypa mannkynið í þrældóm. Endanlegt markmið Satans er að blekkja okkur til að trúa því að hann sé drottnari þessa heims, að við verðum að lúta vilja hans og að engin von sé frelsun. Hann leitast við að blinda okkur fyrir sannleikanum að Jesús Kristur, sonur Guðs, er réttmætur erfingi krúnunar, konungur konunga og drottinn drottna. Þegar við lýsum því yfir að Jesús sé drottinn, brjótum við blekkingar Satans. Við lýsum því yfir að við munum ekki þjóna fölsuðum konungi, uppreisnarmanni, svikara. Við sverjum hollustu okkar við þinn eina sanna Guð sem ríkir yfir allri sköpuninni. Þessi yfirlýsing er ekki aðeins trúarleg klisja, hún er lífsbreytandi skuldbinding. Þegar við segjum að Jesús sé drottinn, erum við að viðurkenna fórn hans á krossinum, sigur hans yfir synd og dauða og vald hans yfir lífi okkar. Við segjum ekki minn vilji, heldur þinn. En hvað þýðir það að lifa lífi þar sem Jesús er drottinn? Það þýðir að taka meðvitaða ákvörðun að fylgja honum, hlýða skipunum hans og líkja eftir persónuleika hans. Það þýðir að setja kenningar hans í framkvæmd
elska náunga okkar eins og okkur sjálf og leita réttlætis fyrir hinna kúuðu. Það þýðir að viðurkenna að allir þættir lífs okkar, hugsanir okkar, orð og gjörðir tilheyra honum. Að lifa fyrir Krist ekki alltaf auðvelt. Það krefst fórna, sjálfsafneitunar og vilja til að ganga gegn straumnum. En þetta er líf ómælanlegrar gleði, friðar og fullnægju. Það er líf sem lifað í samhljómi við tilgang Guðs, líf sem færir nafni hans dýrð. Og því skulum við lýsa því djarflega yfir: Jesús er Drottinn. Lifum þannig að heimurinn viti að við tilheyrum honum, að við erum sendiboðar hans, fulltrúar hans á jörðinni, og gleymum aldrei að þegar við gerum Jesú að drottni lífs okkar, erum við að samstilla okkur endanlegum sigurvegara, þeim sem þegar hefur sigrað Satan og tryggt eilíft hjálpræði okkar. Þegar við höfum ferðast í gegnum mátt þessara orða, höfum við grafið upp andlegt vopnabúr sem getur búið okkur undir sigur í baráttu lífsins. Við höfum uppgötvað styrkin sem finnst í því að gefa sig vilja Guðs, huggunina í því að vita að hann er hirðir okkar og umbreytandi mátt fyrirgefningarinnar. En trú snýst ekki bara þekkingu, þetta snýst aðgerðir. Þetta snýst að setja þessi orð í framkvæmd, leyfa þeim að móta líf okkar og leiðbeina samskipti okkar við aðra. Við skulum ljúka með bæn. Himneski Faðir, við þökkum þér fyrir gjöf orðs þíns, fyrir visku og leiðsögn sem það veitir. Við biðjum þig að styrkja okkur til að lifa eftir orði þínu, að faðma vilja þinn, til að treysta hirði okkar, fyrirgefa eins og okkur hefur verið fyrirgefið og að boða að Jesús sé Drottinn. Megi líf okkar vera spegilmynd kærleika þíns, náðar og miskunnar. Í Jesú nafni við biðjum. Amen.